Já, komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin á Haukar TV. Helgi heiti ég og ætla að stýra þætti dagsins og með mér sannkölluð goðsögn í íslenskum fótbolta. Þetta Gunnlaugur Jónsson, Gulli Jóns, nýr þjálfari hér á Haukum. Velkomin. Takk fyrir kjærlega. Bara, hvernig ertu stemdur í dag? Ég bara mjög vel stemdur. Við vorum með æfingu í hádeginu og þetta bara fyrir ágætlega á stað. Já, þetta bara ný tekin við og svona bara, já, fyrstu dagarnir á Haukum. Hvernig horfir þetta allt saman við þér? Bara búið að vera mjög gaman að koma. Þetta bara nú skjótt aðrinur að ég tæki við öðrum flokki. Ég fæ símtal á, allt ég komið 2 vikur síðan á 50 og frá Brynjari og fjælst að þá eiginlega hitta þá daginn eftir, hann og Helga. Og þá eiginlega komst ég að því þennan sólarhring sem leið þarna milli að ég hefði alveg gott að komast aðeins út úr húsi. Já. Að vera í fjölmiðlaverkefni núna í 3 ár og meira og minna einn við tölvuna og það var bara, ég komst að því að bæði var mjög spennandi tækifæri að koma í annan flokk. Ég hef aldrei þjálfað yngri flokka og svona kannski smá bras á flokknum en fyrst og fremst náttúrulega áþreifanlegt hvað svona þessi klúbbur í sókn. Og maður fann það alveg fyrstu dagana að bara einhvern veginn andrúmsloftið, það komið mjög sterkir þjálfarar í meistaraflokki karla, Guðjón Pétur náttúrulega, hann náttúrulega með svakalegan svona, hvað maður að segja, kraft og svona og kvennamegin alltaf gerast. Bara besti leikmaður Íslands sögunar kominn úr atvinnumennsku og Hauka stelpa Sara, þannig að aðstæðan alltaf gerist alltaf betri. Hér komið svona mín í fjós við erum að taka þeim uppi og ég fann það bara hann á leikdag með köllunum daginn að það flott stemming og eldri leikmenn að mæta og þannig að ég bara mjög spenntur fyrir þessu. Já, þekktur eitthvað svona til fyrir eða kom þetta símtal bara nokkurn veginn upp úr þurru? Það kom algjörlega upp úr þurru. Ég var ekki búinn að henda neinn út að ég ætlaði þjálfun eða neitt. Þeir eru spurning að ég byggi hérna í Hafnarfirði sem ég búinn að gera í næstu 5 ár. Og ég get alveg sagt það að ég kom hérna nokkur sinnum þegar ég þjálfaði, sérstaklega í fyrstu deild og spilaði við Hauka. Örugglega 3-4 sinnum og mér fannst alltaf meiri stemming fyrir körfuboltaæfingu, off-season eða handboltaæfingu heldur en leiknum sem ég var að fara í. Það voru oft ekki vita hvað klefar andstæðingarna ætti að vera í og ég svona eiginlega, ég sagði með þessu einhvern, hér ætla ég aldrei að þjálfa. Já. En það heldur betur breytt. Nú allt að gerast. Einmitt, og svona finnur fyrir þeim uppgangi sem hér eins og þú sagðir áðan og kannski, eins og við töluðum aðeins fyrir þátt að jafnvel komir aðeins á óvart. Hvað þetta að koma af stað? Já, bara klálega. Það gerði það. Ég náttúrulega vissi að þetta hús var komið, ég hafði ekki komið inn og það náttúrulega glæsilegt. En man finnur einhvern veginn að það dugmikil sveit á bakvið knattspyrnudeildina sem að róa öllum árum, bara að bæta umgjörðina og hækka standardinn og það bara frábært að koma inn í þannig umhverfi. Já, og einmitt tekur við flokki sem kannski þarf einhverja smá upplyftingu en þú hlýtur að sjá einhver svona tækifæri í því? Já, algjörlega. Ég bara á þessum 10 ára ferli í meistaraflokksþjálfun þá kom ég ansi víða við. Þetta 6 klúbbar sem ég þjálfaði hjá og sumir klúbbarnir í alls konar ástandi og ekkert sérstöku sumir. Og ég held að það eigi bara ágætlega mig að koma inn í svona, þurfa aðeins að búa til holningu og struktúr og svona kannski hækka dálítið standardinn og við erum bara í því verkefni núna. Já, heldur að sé svona, augljóslega kannski mikill munur á þjálfa annan flokk og meistaraflokk, í hverju svona felst það alveg heldur? Já, ég var nú bara eftir að komast að því eiginlega svona, fyrstu næstum 2 vikuna hafa bara gengið ágætlega, við reyndar að spila leik daginn móti Leikni sem við töpuðum 3-0. Mjög fínn fyrri hálfleikur en svona, mistum smá dampinn í seinni hálfleik. Auðvitað þetta ekkert ósvipað. Við vorum náttúrulega með aðeins óþroskaðri manneskjur. Þetta eru bara strákar sem í menntaskóla og það bara gaman að eiga við unglinga. Ég
ég held að það sé bara spennandi og maður finnur það alveg, það eru margir leikmenn sem vilja bæta sig og svona. Og svo eru kannski einhverju leikmenn á öðrum forsendum, bara félagsskapurinn og slíkt og við þurfum svona að finna eitthvað jafnvægi þarna á milli. Búin að vera hinum með borðið á svona sviði fjölmiðlanna síðustu árin og fannst einhvern tímann á þeim tímapunkti svona, það væri nú gaman að fara hinum með við aftur? Nei, ég get alveg hreinskilið sagt að ég var hafði ekkert hug á því sko. Þetta bara hittir rosa vel á, ég að klára mjög stórt verkefni Bubba Mortens sem einmitt var að klára núna helgina og það var frekar stutt á sjónvarpsmælikvarða að gera það á 4 mánuðum þannig að þetta var mikil vinna og það hittir kannski að þannig á að það losast kannski aðeins núna og það er meiri tími og þess vegna er bara frábært að taka þetta allan fram á haustið og sjá hvort að svona sletti bara passjónið sé þarna, ástríðan og ég finn alveg fyrstu skrefunum að hún er alveg þarna aukast og ég er bara þælgaman að þessu. Já, meðbyrðin sem við ræddum hérna áðan, er það ekki eitthvað sem getur smítast bara hreinlega í alla flokkana, bæði karla og kvenna? Algjörlega, ekki spurning og ég vona að maður er svona að kynnast þjálfarunum í félaginu og ég þekki nokkra þeirra og ég held að það sé alveg svona punktur sem hægt er að stækka er að þjálfarinn hafi samskipti og svona það sé skýr sín kannski gegnum starfið þó að hlutverkin sé náttúrulega alls konar að vera með kannski 7. og upp í 3. 4. og svo framvegis. Ég hafði mjög gaman að dæma leik á dögunum með 4. flokki og ég gæti ekki betur séð að þar eru bara mjög frambærilega leikmenn unnu stóran sigur á Fylki og frábær tilþrif þannig að allavega sáflokkur lítur vel út og þó það sé náttúrulega smá í þá að þeir fari í meistaraflokk að þá er hægt að klárlega hlúa þeim og kannski mögulega gera kannski aðeins meir úr þeim sem að skara fram úr. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig að því þú talar svona hvað maður segja, ná einhverju línu svona í gegnum alla flokkana. Sér ætlum við fyrir að eiga eitthvað samstarfið Gauja með meistaraflokkinu? Já, algjörlega. Gauji er yfir þjálfari félagsins Kalla megin og ég hef búin að eiga spjöll við hann og Óskar og lítilega Pablo líka þannig að það þarf að vera góð samvinna þar á milli og við erum með KA sem er svona venslafélag og ég þekki það ágætlega að koma á örugglega farsælasta venslafélagi á Íslandi, Kára á Akranesi. Það var sett svona í einhvern svona alvöru gír eiginlega undir minni stjórn þegar og Sigur Jónsson var akkurat að koma heim og við nýttum hann í Kára og það á að virka þannig að ef að annar flokksþjálfari og þjálfari KA er ekki alveg sammála með kannski leikmaður sem spilar í öðru flokki að þá á Guðjón Pétur bara að skera úr með hvert tilvik. Og þannig að þetta á bara að mínum að allavega eiga þessi 3 að vinna bara sem ein heild og að markmiða að búa til sterkari leikmenn. Og það er þá væntanlega reynsla sem bæði þeir sem ráðaði horfa til og þú hefur sjálfur að hafa gert þetta með Kára og svona þessi tenging. Já, bara ekki spurning, ég er bara boðin og búin að veita hana og og ég þekki lítilega þjálfara KA sem er einhverju leyti skagamaður, allan að spila í yngri flokkum á Skaganum og þannig að það er bara, eins og ég segi, samvinnuverkefni sem á að einhvern veginn koma öllum til góða. Já, þú varst nú ekki búin að vera hérna í marga daga þegar að Sara Björk er tilkynnt og það var ansi stór dagur hérna á föstudaginn, út í knatthúsi. Akkurat. Hvernig bara hvernig fannst þér að vera í kringum það allt saman? Já, því miður komst ég nú ekki til að vera viðstaddur en ég sá náttúrulega fjölmiðlana og þetta var greinilega mjög vel sóttur blaðamannafundur og bara virkilega vel að verki staðið og samfélagsmiðlarnir hjá Haukum eru bara framúrskarandi. Maður sér það alveg strax að það er verið að gera mjög metnaðarfullt efni og náttúrulega fengurinn fyrir félagið að fá
leikmann af þessu kalibri náttúrulega, þetta svakalegt. Þetta stelpa sér upp balinn hér þó að hérna hún hafi farið náttúrulega unga árum í Breiðablik og það út í atvinnum sko, þá á hún náttúrulega eftir að bara gera held í stórkostlega hluti fyrir klúbbinn í heild, ekki bara kvennastarfið, heldur bara klúbbinn í heild. Þetta er búin að vera á hæsta leveli í kvennaboltanum, vinna Champions League, þetta er ekkert smá afreikaskrá, þannig að ég bara líst frábærlega á þetta. Einmitt, og ætti kannski að vera nú lyftist stöngum mitt fyrir stelpurnar og hérna með það markmið að fara upp í bestudeildina þetta sem var Já, ekki spurning, það er náttúrulega ég standa mjög vel á og hérna þó hún komi náttúrulega ekki inn fyrir meðan júlí að þá er það bara lið á góðri vegferð og liðið náttúrulega verður bara betra þegar hún kemur til leiks og hérna og pottið á eftir að gera svona hækka dálítið standardinn og svona, þú veist, skóla stelpurnar til og yngri stelpurnar sérstaklega, þetta er náttúrulega ekki smá fyrirmynd, þannig að þetta er bara mjög spennandi. Já, og mikil rómantík að koma sko, heim og allalega heim í uppeldisfélagi þó það séð mitt í lengjudeildinni, það er svona... Já, bara ekki spurning, þetta er náttúrulega, og ég held að þetta sé svona ákveðið statement hjá klúbbnum að sækja, hún vilji koma hingað og fyrir klúbbin að hafa hérna, fengi hana og bara, já, meira hátt að skref, sko. Já. Einmitt, og kallarnir standi þetta líka vel að vígi, hvernig svona, ég meina þeir eru bara í frábæra stöð á toppnum, hvað núna komið með þessi 4 stiga forskot held ég eftir síðustu umferð. Algjörlega. Hvað hérna, hvernig leggst það liðið í þig? Bara, ég sá þarna hálfleik með liðinu, ég hafði ekkert séð áður, ég tók við öðrum flokk, hérna, ekki séð neitt leik en bara, það leit bara mjög vel út hérna á dögunum, sko, ég held að þeir hafa gert það hárrétt að fá Guðjón Pétur sem er náttúrulega, eins og við sögðum áðan, með náttúrulega svakalegan sannfæringarkraft og svona fengur náttúrulega sterka leikmenn sem hafa reynslu úr efstu deild og Pablo Búnit náttúrulega raðsigurveri. Þannig að ég held að það hafi verið hárrétt skref svona að sækja einmitt reynslu, koma sér upp úr annarri deild og svona festa liðið sessi í fyrstu deild. Ég held að þetta sé bara á góðri leið, sko. Já. Er það ekki einmitt eins og fólk hefur svolítið sagt að Haukar eiga allavega að vera stabill lengjudeildalið? Það er nú það sem við viljum sjá. Ég held að það er klárlega að vera markmiðið. Að svona festa liðið sessi í hérna fyrstu deildinni og auðvitað reyna að byggja svona ofan á og hækka, hvað maður að segja, standardinn bara. Auðvitað á markmiðið að fara í efstu deild á einhverjum tímapunkti en ég held fyrst og fremst þarf klúbburinn að hugsa að komast upp í deildina og svona endur skoða markmiðið kannski þegar það tekst og ég held að verkefni okkar í yngri flokksþjálfarana er svona að reyna að fara að horfa til hvaða leikmenn eru að koma á næstu árum og svona fara að kortleggja þá og að félagi að setja stefnuna á það að framleiða leikmenn. Ég held að það hérna eigi að vera markmiðið. Já, alltaf svona svolítið gaman að ræða Hauka við þá sem eru svona búin að vera utanaðkomandi, hvernig svona, bara þú veist, hefur eitthvað svona utan frá þér, nei svona, hérna, hvað segir maður, svona, sem utan frá myndaði einhverja skoðun svona á Haukum í gegnum? Já, ég var kannski svolítið í að henni áðan, ég svona hafði ekkert sérstaklega mikla mætur á knattspyrnudeild Hauka. Ég hef náttúrulega hort á handboltan og körfuboltan og kannski fundist að það væru svona íþróttir númer 1 og 2 og knattspyrnudeildin númer 3 en ég held að það sé að ekki það að handboltin að ég hafi eitthvað vit hvar hún er staðsett en ég held allavega að knattspyrnudeildin er akkurat uppleið og það er mjög flott fólk sem stendur á baki henni og það er mikilvægt að það eru margir aðalar sem koma að starfinu. Þetta er ekki bara 2-3 eins og á mörgum klubbum og allt starfið er einhvern veginn bara á einhverjum örfáum einstaklingum. Við virðist vera eins og að séu margir sem koma að starfinu og það er mjög hollt að sé að menn þá brenn ekki eða fólk brenn ekki bara uppi að geta ekki meir veist, eftir stuttan tíma. Þannig að já, ég er svo sem þekki svo sem ekki mikið hvað er búið að gera síðustu árin nema þetta að maður svona, já, fannst kannski að það var ekkert sérstaklega mikið fókus á fótboltann. Kannski aðeins bara meira af þér af því að nú svolítið síðan þú varst í þjálfunu þetta. Hvernig myndirðu lýsa þér svona til eru gamla skóla þjálfara eða er þetta nýju skólinn eða ertu eitthvað mitt á milli bara, þú veist hvað? Já, einmitt, sko
þetta góð spurning sko. Ég náttúrulega þarf dálítið að svona, já, svona kannski grafa dálítið í gömlu bókunum upp og bara finna þessa æfingar sem maður var að nota í gamla daga. Ég held kannski styrkleiki minn númer 1, 2 og 3 kannski svona mannlega hliðin, að vera stjórnandi og reyna svona að pikka og finna holningu og svo ég með mjög fínan, mjög frambærilegan ungan aðstoðarþjálfara, Kristoffer Bjarma, sem er í góðri æfingu að stýra æfingum og við erum svona að gera þetta bara í sammenningu og núna loksins var Bubba verkefnið að klárast, þannig ég get núna farið að einbeita bara aðeins meira þjálfurinni. Þannig að í gamli skólinn, ekki gamli skólinn, ég held sko, ég segi bara gott, já, held ég sé bara svona ágætt samblanda sko. Ég gerum alveg grein fyrir, ég alveg upp börn, þannig að ég er með dreng sem 20 og það önnur fósturdóttir á heimilinu sem 22 og svo 2 börn sem eru 15 ára á árinu. Þannig ég gerum alveg grein fyrir að það þýðir ekkert að vera gamli skólinn í samskiptum við unglinga í dag. Það þarf svona mýkri leiðir, en það þarf að vera ægisamt sko og ég held að strákarnir séu svona kynnast í kannski að það er verið að setja svona einhvern ákveðin standard varðandi æfingarnar og hegðun og fundum og slíku og ég held að það sé ekki beint gamli skólinn en svona já, ég held að, ég veit ekki hvort ég sé að rugla í þessu svari mínu en ég held að ég sé bara svona góð blanda. Já, ég kannast mjög vel við gamla skólann. Já. Það var mitt uppeldi og það voru mjög harðar aðferðir stundum. Ég held að ég sé nú ekkert að leita í þær sko. Nei, einmitt. En þetta ekki líka bara rosa persónubundi, hvað virkar á hvern og einn leikmann? Jú, þú bæði svona varðandi taktík og svona hvað er verið að leggja fram, þá þarf það dálítið að horfa bara á hópinn, hvað eru styrkleikar hópsins og ég er náttúrulega bara enn að kynnast strákunum og það vantar töluvert upp að ég kunni öll nöfnin sko, það kemur koma en já, þetta er bara svona, já, verkefni hjá okkur sko. Já. Ég get ekki sleppt þér á þess að fara aðeins bara ennþá aftar og aðeins bara í þinn feril og allt það. Hvað þetta er mjög opin spurning sko, en er eitthvað, ef við tökum bara bæði kannski sem leikmaður fyrst og svo þjálfari, hvað fannst þér svona eftirminnilegast eins og sem leikmaður? Já, það eru margir hápunktar. 2001 væntanlega ofalega? Já, ég kem inn í gríðarlega sterkt skagalið. Ég er í öðrum flokki sem þegar liðið fer upp undir stjórn Gauðþórar og verður Íslandsmeistari. Þannig að maður kemst ekkert sérstaklega fljótt að. Það er bara 93 undir lok þess tímabil sem enda stórkostlegt tímabil að maður svona fær fyrst reglulega æfa með liðinu. 94 ég komin inn í hópinn og búinn með annan flokkinn og þá fæ ég held ég að spila einn leik og þannig að svona hægt og bítandi maður að komast nær þessu. Kannski einn fyrsti hápunkturinn 96 þegar við lendum í hreinum úrslitaleik á móti KR. Já. Í einhverju stærsta knattspyrnuleik sem að þetta land hefur boðið upp á. Ég held að báðu sjónvarpsstöðvarnar hafi verið að sýna beint frá leiknum. Okay. Það voru 7.000 áhorfendur á leiknum og KR gat unnið titilinn fyrst skipti í 20 eitthvað ár. Þannig að ég var óvænt eiginlega settur í byrjunarliðið og við náðum að vinna 4-1 og það var alveg risa mómentur bæði mig og náttúrulega klubbinn að sjálfsögðu. 2001 tímabili við vorum Íslandsmeistari mjög óvænt þar og þar í fyrirliði liðsins og það bjóst enginn við því. Við spáðum 5., 7., jafnvel 8. sæti af fjölmiðlunum fyrir tímabilið. Þannig að það var mjög stórt. Ég fæ alveg möguleikann að fara í atvinnumennsku en það gengur ekkert sérstaklega framan af. En sem betur fer náði ég lánstímabili einmitt fyrir þetta 2001 tímabil til Þýskalands og ég var mjög ánægður með að ná góðu tímabili í sterkri deild. Þetta var C-deild, Region líka heit hún, deildi fyrir neðan Zweite Bundesliga. Þetta var 3. deildin eiginlega og þar svona átti ég bara mjög öflugt tímabil og meira að segja svona var líklegt að ég myndi fara til Þýskalands en það náðist ekki samningar, þannig ég kom heim
átti þá þetta trúlega mitt besta tímabil með Skaganum þegar við vorum Íslandsmeistarar. Þannig að það svona kannski hápunktarnir. Valinn leikmaður mótsins eða ekki? Jú, leikmaður mótsins og ógleymanlegt tímabil náttúrulega. Þjálfaralega þá ég semst á KR síðustu 3 árin sem leikmaður og það ekki vilja að semja mig áfram. Ég þarna 35 ára, þetta 2008 haust og þá heyri Selfoss í mér og ég hafði aldrei séð leiki fyrst deild, þannig að ég vissi ekki út af hvað það liði gekk en tekum við frábærum hóp og þetta akkurat trunið að detta á. Það voru margir leikmenn sem að fengi ekki samning eða var ekki endur samið við einhver 2-3 útlendingar og þeir hafa búin margar svona lánsmenn, svona kannski stærri nöfn. Liðið var nálægt því að komast upp deild þetta árið endur held í 3. eða 4. sæti. Þannig að já, við gerðum okkur lítið fyrir og komumst upp í fyrstu atriðinu og það var, trúlega þetta fyrsta tímabil, það eftirminnast held ég af öllum að ná þessu liði upp þó ég hafi nú flogið á brott strax haustið. Þetta þið fara upp með Haugum, eða ekki? Jú, passar, akkurat. Haukar voru í öðru sæti. Feikilega öflugt lið, þannig að það var mjög eftirminnilegt. Stóru markmið var alltaf að taka við Skaganum alltaf. Fyrst ég ætlaði mér í þjálfun og það náðist. Það var haustið 2013 og ég held bara heilt yfir að það hefði bara gengið mjög vel. Við náðum að koma liðinu upp deild, það hefði fallið þarna haustið þegar ég tók við og gerðum bara mjög vel á fyrsta og enn betur á öðru tímabili. Þar vorum við bara í séns á Evrópu þegar koma landsleikir 5 leikir eftir en svona flugum kannski aðeins og nált sólinni og svona runnum á rassinni í lokin. Og 2017 þá lendum við í öllum áföllum sem hægt að lendi og ég láti fara á niður tímabili en það var svo sem bara í góðu samræði og engin leiðindi. Og þá var ég staðráðinn bara að segja þetta gott og en tók þá mjög óvænt við Þrótti. Þetta tímabil 2018, það bara 2 vikur í mót. Sinnaðist þjálfara, Greg þjálfara við stjórn Þróttar og ég tek við og það eiginlega, kannski með þessu Selfoss tímabili eitt eftirminnilegasta tímabili mitt því að þarna fórum við mikla breytingar, fengum marga unga leikmenn, Loga Tómasson fengum við láni frá Víking, gerðum hann á bakverði og Finnur Tómas kom 17 ára frá KR og hann var aldrei spilað meistaraflokksleik og hann var geggjaður í hafsendunum og þetta var svona gríðarlega ung blanda með geggjuðum sendurum. Viktor Jóns var sendur og Emil Atlason var kominn úr meiðslum. Þannig að flottan hægri kantmann sem kom frá Hollandi og ég held að þetta sé bara, þetta var geggjað lið og við fórum mjög nálægt í að gera allavega efstu deild en kannski vantaði dálítið upp á breidd í lokin. Þannig að þú átt heiðrun af því að Luigi er vinstri bakvörður og sá leikmaður sem hann er í dag. Kannski ekki alveg heiðurinn, ég veit alveg að hann hafi spilað, Logi Ólafsson var að þjálfa Víkingarna og hann sagði mér að hann hafi alveg notað hann í vinstri bakvörði en væri kannski sóknarsinnaður kantmaður frekar. En hann spilaði vinstri bakvörði í okkur og kannski einhvern smá heiður í að hann kannski fann sig í þeirri stöðu. Nákvæmlega. Þetta var mjög fagmannleg súmmering á leikmann og þjálfaraferli á nokkrum mínútum. Ég búin að vinna í Fjölmunum smá tíma. En svona að lokum bara, eitthvað, af því þú ert nú að taka við þjálfur ungra leikmanna, einhver skilaboð, eitthvað sem þú hefur lært sem að þú myndir vilja, ef þú ættir að segja einhverjum ungum leikmanni, einhver einn skilaboð? Ég held að fyrst og fremst séu skilaboð þau að hugafar og þar með sjálfstraust, hausinn, það er mikilvægast að tæki í fótbolta. Það skiptir ekki máli hvort þú getur haldið á lofti 1000 sinnum eða gert þreföld skæri á 1 sekúndu. Það er bara hvað langaði að gera, ertu tilbúin að leggja á þig og ertu tilbúin að setja fótboltan í fyrsta seti eða handbolta eða körfubolta. Ertu tilbúin að fara fyrir að sofa? Borða betur, æfa betur, æfa aukalega. Það er bara allt undir leikmannum komið. Og það sem stýrir hausinn. Þannig að það er mikilvægasta tólið. Það er hausinn. Og við þurfum að kannski leita leiða að hjálpa einmitt krökkum og yngri leikmönnum í að
leiðbeinuðum varðandi það mitt, hugafar og hvernig þetta efla sjálfstraustið. Þannig að já, það er það sem eitt af verkefnunum held ég, hjá okkur. Klármál, frábært. Og já, bara spenntur fyrir framhaldinu? Já, bara gríðarlega spenntur, bara mjög spenntur. Nú eigum við bikarleik næsta 50 daga móti Fylki sem einmitt í deild fyrir ofan okkur og 16 úrslit og við ætlum bara að gera okkar allar ítrasta að vinna þann leik og halda áfram í bikarnum og það vinna sem tekur við núna næstu daga að undirbúa liðið fyrir fimmtudaginn. Þannig að þetta bara spennandi, mjög spennandi. Heldur betur, virkilega bara og gaman að tala við þig, Gulli. Gaman að koma. Og ég þakka ykkur fyrir árið, þangað til næst, verið þið sæl.